Velkomin í Lóa og lífið. Í þessum þætti þá spjöllum við saman vináttu og samstarf fólks sem hefur bundist böndum fyrir lífstíð. Og til mín í þáttinn koma vinir, hjón og pör af ýmsu tagi til að ræða þetta mannlega í lífinu. Vináttuna, samveru, við ætlum að vera léttum og skemmtilegum nótum. En til mín í dag komið sérstakt par því þær eru náskyldar. Þær eru ofur frænkurnar, Jónína Ben og Ásthildur Björt. Hjartanlega velkomnar. Takk. Hvernig líður ykkur? Bara mjög vel. Það ekki? Jú, bara afslappað og gott hérna hjá okkur í settinu? Já, ég held það. Bara mjög gott og gaman. Það ekki? Jú. Frænkur. Mjög. Það eru margar frænkur á landinu. Já. En þið eru ekstra nánar. Við erum það. Við erum mjög nánar. Hvað kemur til? Þú mátt byrja. Og ég byrja. Látum ungviði tala. Já, Jónína hefur alltaf verið bara mjög stór partur af mínu lífi. Já. Og bæði tekið þátt í mínu uppeldi, þar sem mamma mín var mikið ein. Og svo líka bara í gegnum öll árin þá hefur við alltaf verið bara rosalega nánar. Og samband okkar hefur alltaf verið mjög, hvernig sem maður sterkt bara. Er svona mamma númer 2 eða? Algjörlega. Já. Ég hef alltaf átt tvær mömmur. Þú ert heppin kona. Mjög. Og hvað er langt á milli ykkar? Ég að verða 60. Já. Ég er 33. Já, þannig þannig að þetta er alveg móður aldurinn á milli. Já, næstu saman. Nánast jafn gamlar. Hún nær mér stelpan, eða ekki? Jú. Það náttúrulega eru órjúvanleg bönd á milli okkar. Já. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Ok. Svona aðeins til fortíðar þá deyr móðir mín mjög ung. Já. Og eins sem sagt amma hennar. Já. Ásthildur er systurdóttir mín, hún er dóttir Helgu systur. Helgu systir, já. Margir þekkja. En mamma deyr ung og Helga fer í Verslunarskóla Íslands og verður þaðan stúdent. En í millitíðinni verður hún ófrísk af Ásthildi. En maðurinn, faðir hennar, hann bara hvarf. Já. Fór. Og þannig að við systurnar tökum að okkur svolítið Ásthildi með Helgu. Og við ólum hana upp svolítið saman. Og en svo voru aðstæðurnar þannig að ég gat verið meira með hana. Og mamma hennar náttúrulega þurfti að upplifa alls kyns tilfinningarlegan rússíbana. Já. Og við reyndum að standa með henni gegnum það. Og þannig verður þetta frænkusamband svona sterkt og gott. Já, algjörlega. Er það alltaf gott? Ég held að það séu engin sambönd sem eru alltaf góð. Nei. En við erum alltaf mjög hreinskilnar við hvor aðra. Já. Ef við hefum eitthvað að segja, þá erum við ekkert að fara neitt lengt með það. Þá bara kemur það út. Já, og við bara leysum vandann. Já. Ásthildur hefur náttúrulega búið hjá mér og verið bara eins og barnið mitt, bæði í Svíþjóð að hluta til og eins heima. Svo eignast hún barn og er einstæð. Og ég líti á það barn bara eins og mitt. Já. Og sem betur fyrir erum við Helga systir mjög nánar líka. Þannig að það er gott sko. Já. Það er enginn afbrýðisamur. Það er enginn afbrýðisamur. Já, ok. Já. Og þú býrð þá hjá Jónínu, eitthvað nokkur ár eða? Nei, ég bjó hjá henni í stuttan tíma út í Svíþjóð, nokkra mánuði. Og það var æðislegt. Og síðan þegar ég flytt heim, árið 2007 frá Frakklandi, þá kem ég með dóttur mín og þá er hún 9 mánaða. Og þá vorum við í einhver tíma hjá Jónínu líka. Og á meðan að ég bjó erlendis, alltaf þegar ég kom í heimsókn, að þá var ég hjá Jónínu. Já, þannig að þetta er í rauninni bara svona fer yfir hvort annað bara þetta mæra samband, sko. Já. Og það fær enginn að tala illa Jónínu við mig, sko. Ég tek það alveg hreint fram, alveg skýrt. Þú getur haft þína skoðanir en þú þekkir ekki sömu Jónínu og ég. Nei, en nú er frænkaðin alþekkt á Íslandi. Er það búið að vera álag? Nei, maður hefur náttúrulega alltaf áhyggjur að þessi álag fyrir hana sjálfa. Já. Þú veist, þannig. Og mér finnst það alltaf leiðilegt að því mér finnst fólk geta haft svo rosalega sterkar skoðanir á kannski hlutum sem að það er ekki alveg vissum eða veit ekki kringumstæðir. Nei. Og þetta hefur verið álag og verið erfitt fyrir, get ég ímyndað með börnin og alla sem eru náin fólkinu sem lendir svona milli tannuna á fólki. Já. En Jónína er náttúrulega bara alveg ein sterkasta kona sem ég veit um. Sterkasta kona landsins og við frænkan Jónína, já. Ekki spurning og hún hefur alltaf verið mín fyrirmynd, sko, með það. Bara, ég ætlaði alltaf að vera eins og Jónína frænka því hún var alveg bara svona
Mér sýnist þú hafa gert alveg svakalega gott uppeldi hérna á svona Helgu systrinni. Takk fyrir, ég veit það og hérna, þetta náttúrulega fyrirmyndar dóttir, en hún ögrar sko, eins og þú sérð með þessu tattúi til dæmis. Skemmtileg saga þegar hún útskrifast, hún ferðamálafræðingur og þegar hún útskrifast þá hélt ég henni veislu og hún tilkynnti mér það að hún væri komið kærasta, sem ég list ekkert á. Sem þér list ekkert á? Ég var mjög erfitt með að sætta mig við kærasta. Nú, já. Nema að svo kemur maður og hún kynnir hann sem tattoo artist. Já. Og þá næstum því bara fór ég inn í Sveitarbergi og lokaði hann mér, skilur, og búin að undirbúa alla veisluna. Svo sitja allir þarna í veislunni og þetta er yndislegu maður sem heitir Jason. Já, hann var allir náttúrulega tattúveraður. Ég hugsaði með mig, já, þetta er sko dóp. Það hlýtur að vera eitthvað dóp tengt. Já, það er náttúrulega fyrsta sem að fólk hugsar. Og nú eru vinkonur mínar 60 allar komnar í tattoo, skiljur, og þetta er ekki dóp, það er bara kampa mín þar. Nema að svo þegar veislan er búin, þá náttúrulega eins og Íslendingar og íslenski krakkar byrja í símanum og allir sitja og ég örmagna búin að búa til þessa veislu, skiljur. Einu maðurinn í eldhúsinu var Jason með mér. Þannig að Jason er alveg, ég hef hann til skían, hann er yndislegur. Beina leiðin í hjartað, sko. Algjörlega, sko. Og þau eiga litla stelpu sem heitir Skylar Dís. Og hún er alveg svo Lísa Björt þeirra, sko. Þetta er bara yndisleg fjölskylda og það er ekki drugl í gangi. Og þau bara, þeim finnst þetta flott, mér ekki. Þannig að ég verð bara að setja mig við það. En hún fór aldrei leynt með það, sko. Hún hringdi í mig og skammaði mig eitt skipti þegar ég fekk mér hérna. Hér stóð fyrst The Girl I Love, Lísa. Þetta var eitt af mínum fyrstu tattúum og var svona cirka bát svona stórt. Og þá hringir hún í mig og fer nú að skamma mig fyrir það að vera komin með svona tattú. Og ég er náttúrulega, eins og ég hef alltaf verið, hlusta nú ekkert mikið og vil ekki vera sett í einhvern ferkantaðan kassa. Þannig að ég er bara fyrir mína leiðir og ætla bara að klára hina hendina líka. Já, svona er þetta. Við getum ekki verið með fordóma á einu áttina og ekki hina, sko. Þannig að við þurfum bara að taka þessu eins og það er. Já. Hver er eins og hann er, sko? Halló, hún hefur svo mikið hæfileikum, marga hæfileika. Og ég ætlaði mér alltaf að fara eftirlaun út af hana, sko. Hún er eins og Claudia Schiffer og hún getur sungið og dansað og leikið. Og ég setti hann í Idolið og hún komst áfram þar, en svo var það ekki nógu fínt fyrir hann og svona, sko, hún er, sko, og ég átti alltaf von á því að hún er ekki ferðamálafræðingur, heldur svona bara hérna Hollywood, fyrir hún hefur alltaf verið þannig, skilur. Svo ætlaði ég bara að vera hérna frænkan sem stjórnaði öllu, sko. Já, eftirlauna planið hana Jónínu. Sér það sem hún gerir best að stjórna. En segið mér að ég hef aðeins fengið smá nasa þegar var hérna smá þáttöku þinni í að finna, var það ekki faðirinn eða hvernig er það? Jú, sko, Ásthildur er gríðarlega heppin vegna þess að á tíðanbili var Helga systir mín gift fósturföður hennar, Hannesi, sem er sko á að fá verðlaun. Hann er besti stjúpabbi í heimi, sko. Ok, frábært. Það er ekki sammála. Algjörlega, bara besti pabbi sem þér. En það vilja allir vita hvaðan þeir koma. Já, það er svolítið náttúrulegt, sko. Já. Og þessi elska grét oft í fanginu á mér og sagði, byrju, hvar er hann? Og svo einhvern tíma þegar hún er kringum 4 ára, þá voru erfiðleikar í fjölskyldunni og þá grét hún mikið og sagði, ég veist, hvar er pabbi minn? Þannig að þrjóska frænkan, heitir hún ekki Jónína fyrir ekki neitt, eins og amma mín og langafa hennar, mjög ákveðin, nema að ég lofaði henni því að ég myndi aldrei gefast upp, ég myndi finna hann. Og svo byrja ég og fer í utanríkisráðuneytið og það voru náttúrulega 1000 peðsen í Danmörku og hann er danskur, sko. Hann er danskur, ok. Já, og ég hélt áfram og svo komið tímabil þar sem ég bara gat ekki meir. Það var hérna, ég hitt að vísu hennar, sem er rosalega falleg kona. Og hérna, svo hélt ég bara áfram, en það einhvern veginn hefur orðið misskilningur að hann taldi sig ekki eiga erindi inn í hennar líf. Þannig að þú fannst hann fyrir rest, sem sagt? Við fundum hann. Það var í gegnum, bara allt einu skrifar hann þér. Já, ég talaði sem sagt við skrifstofu sem heitir Halló Norðurlönd. Á meðan ég bjó út í Frakklandi og það var einhver kona sem að bara, ég skrifa henni, ég var búin að tala við, sko, ég var búin að skrifa óperu og Dr. Phil, ég vissi ekki hvað mátti að leita. Talandi Hollywood-stjörnur, sko? Já, ok. Það var stimpla með ykkur staðinn. Jú, það er ágætsleið. Hérna, sko, þá talaði ég við þessa konu og hún bara tók mig strax og var bara, veistu að ég elska söguna þína og ég ætla að gera allt sem ég get. Og hún fann hann fyrir rest, sem sagt, fyrirverandi konun hans, sem bjó í Danmörku.
og ég náttúrulega hringi bara strax fyrst í hana og hún bara, já, veistu, pabbinn talaði alltaf þig og þú varst bara aldrei gleymd, ekki halda það og var yndisleg og gaf mér strax símanúmerið hans. Og hérna var ég heima hjá mömmu, ég mun aldrei gleyma þessu og ég var sko, hjartað mér ætlaði að springa, það ætlaði bara að rifna. Eðlilega, já. Og ég skrifa niður símanúmerið á pabba mínum, við erum að tala sko, hérna er ég 25 ára, fyrsta skipti sem ég var að finna hann. Og svo er ég að stimpla inn símanúmerið og mamma alveg, ætlar ekkert að hugsa hvað ætlar að segja? Og ég alveg, veistu það, ef ég fer eitthvað að hugsa út í það, þá verð ég að þessu heila eilífð. Já. Og ég hringi og hann bara, Henrik Pedersen, og ég alveg, hæ, ég heiti Ásthildur, þú veist, alveg rosalega skrítið en dásamlegt samtal. Og hann hló og var svo glaður og sagði mér frá bróður mínum, ég var víst bróðir og hann dásamlegur. Og þetta er bara dönsk fjölskylda? Já. Vá, ok. Og hann býður, sem sagt ég fann hann og þá bjó hann í Houston, Texas. Þegar þið finnið hann loksins? Já. Og hann bauð mér og Lísu sem var að verða 1 árs þá og við vorum hjá honum í 10 daga og það var bara dásamlegt. Jesús minn almáttugur. Það var bara þögn í allri fjölskyldunni. Var það ekki? Hvað gerist? Og svo í flugvélinni, ég gleymi því ekki sko, þú maður náttúrulega svo langt flug og við þurftum að millilenda og ég var bara, ég vil komast til Houston, Texas núna. Núna, já. Akkur er þetta ekki svo í Star Trek bara hérna? Já. Bara yfir, beam me out. Já. En var þetta ekki stórkostlega, ég meina þetta er bara allt í einu komið nýr pabbi, Helga systir, hvað, ekki séð hann í? Hún hafði ekki séð hann síðan hún var ófrísk sko. Nei, vísu, kom hann einu sinni og kíkti á hana rétt eftir hún var fæddist. En það er önnur saga. En fyrir systur mína hefur þetta náttúrulega verið svolítið opið sár. Rosalega höfnun sko. En einhvern veginn verður þessi misskilningur og við erum ekki að dæma neitt. En nema að þegar hann síðan ákveður að koma í brúðkaupið hennar, þá svona þurfti ég eiga samtöl við systur mína. Og þá uppgötaði ég, sko, hún var mikið þroskari en ég, sko. Ég var alveg brjáluð, ég var alveg tilbúin að taka hann bara og rífa honum. Já, í brúðkaupinu. Í brúðkaupinu, halló. Það er ekki gott til árangur. En mamma hennar, hún náttúrulega alveg brillar. Hún bara kallar, leið og hún kemur inn í brúðkaupið, þá bara kallar hún þau öll saman og sagði þetta er Dagur, dóttur okkar, forget. Já. Og það var hann Hannes sem ég baði að leiða mig upp á altarinu. Hann hefur alltaf verið pabbi minn. Og ég tók það alveg skýrt fram. Bara, mér þætti opaslega vænt að hafa bara alla mína fjölskyldu. Já, þetta var rosalegt. En pabbi minn Hannes pabbi minn, hann leiddi mig upp á altarinu. Og það var alveg dásamleg tilfinning. Jesús minn, það er bara enda með því að maður fyrir að gráta hérna. Nei. Þetta er stórkostlegt. Við verðum að fá að henda okkur í auglýsingar, við komum aftur að Vörmuspori og höldum áfram að spjalla við frænkurnar. Velkomin aftur, hér sitjum við og ræðum saman. Ég er hérna með hjá mér í dag Jónínu Ben og Ásthildi Björt og þær eru sko frænkur, frænkur og miklar frænkur. Ótrúlega gaman að hafa ykkur og þetta er nú alveg mjög sérstök og saga meðan pappaðinn. Hvernig Jónína frænka bara hættir ekki. Þú ert svolítið svona eins og Duracell, það ekki? Bara raflaða bara. Jú, það segir fólk, en sko það má ekki taka heiðurinn af henni, hún hætti ekki heldur. Nei. Já, þið allavega lærdóminu því er bara ekki gefast upp. Algjörlega. Það er svolítið mikið þannig. Það er svolítið þannig. En ég meina, þið eru greinilega mjög nánar og sko tölum að þessum vináttuna. Því það er ekki bara frænkur, þið eru greinilega líka vinkonur. Og nú, svona, hvaða þýðingu hefur svona vinátta fyrir ykkur? Fyrir mína parta þá veit ég hún er alltaf til staðar. Já. Veist, það er alveg sama, veist, þó ég sé að verða 60 og þá get ég alveg farið á botninn, sko. Þá get ég leita til hennar. Sennilega vegna þess að við höfum tengst hann í böndum, svo ég vitni nú í Biblíuna, fullkomin ást útrekur óttan. Já, að ég óttast ekkert lengur í kringum hana. Ég var alltaf með áhyggjur. Og og bara sem foreldri. Og þegar maður temur sér endalausar áhyggjur og ótta, ótta samfélag og ótta áróður og allt þetta, þá verður maður rosalega veikur sjálfur og ég veikti sjálf. Ég hef ekki alltaf verið svona sterk.
Og þá var hún alltaf sem sagt, eins og minn verndar engill. Já. Hún vissi hvernig átt að koma og vissi hvernig átt að fara og þú veist alveg hverju vinir þínir eru þú ferð á botnin. Já. Já. Þú hefur reynsla því. Ég hef mjög mikla reynsla því. Ég fer úr því að fljúga einkaþotum og vera á snekkju í það að þurfa að fara í strætó, skilur við. Og það var bara mjög gott, þegar ég lík tilbaka. Ég hef ekkert viljað vera á snekkjunni núna, skilur við það. En meðan þetta gekk á, þá var ekki bara dóttir mín, Jóhanna Klara, það var líka Ásthildur og strákarnir. Þau voru alltaf, börnin héldu mér á lífi, sko. Já. Þannig að þessi vinátta skiptir verulega miklu máli og ég heyri þið talið traust. Það alveg fullkomið traust. Ég hef alltaf náð að leita til hennar eins og það var ekkert auðvelt að koma heim frá sambandinu sem ég var í. En Jónína alveg bara hefur alltaf verið til staðar. Það alveg sama hvað, ég hef alltaf getað leita til hennar. Og hún ber alveg svona skilning, hún segir mér það sem henni finnst, hún ekkert að fara lengt með það. Nei. Og þannig vil ég líka hafa það. Já. Ég vil bara fá að heyra hreint út. Og ég líka segja hreint út bara hvernig mér finnst. Ég held að það sé það sem að gera samband fallegt. Hreinskilni og traust. Hún reykti til dæmis einu sinni og ég tók hana bara reykinganámskeið og hún hætti. Já. Skilurðu, þetta ekki traust? Já. Þetta kallar maður líka bara, hún greinilega klár því að hún hefur fattað þetta saman, sko. En þú komst með, þú nefnilega svolítið kona orðsins líka. Jóna, þú ert með bókina með þér Dömufrí. Já, ég skrifa mig rosalega frá svona áhyggjum. Og ég er með þann veikleika að ég sé illa og það er náttúrulega hluti af bara því að taka ábyrgð sem ég reið ekkert við, alltaf ung og fara inn í ferli sem ég reið ekkert við. En ég skrifaði þessa bók hérna Dömufrí. Já. Ég er ekki að selja hana því hún er ekki, held ég, hvergi til sölu. Nei, hún er bara klassíker í einhvernum bókaheillum núna. Ég fann eina og þessa bók skrifaði ég til þeirra vinkvenna minna sem stóðu með mér eins og klettar. Já. Og það er svolítið gaman að þeim konum, þetta eru sterkar konur, eins og þú þekkir í þínum rekstri og svona, að þessar konur sem hafa sjálfstraust, þær er ekki að elta mann á snekkjuna, sko. Þær standa með þér þegar þú kemst ekki yfir þröskuldin. Já. Skilur þið? Já. Og það segir, af því ég er nú trúkona, þá segir það líka í Biblíunni að það sé ekki æskilegt að vera allra vinur. Nei. Maður eigi ekki að reyna það, maður á að elska óvinu sína, en maður á ekki að vera sammála öllu. Nei. Og ég reyni svolítið að standa á strákum mínum, ég reyni stundum að vera, sko, ég eignast náttúrulega fjölda óvina því ég hef mínar skoðanir. Já. Og þessi bók ég til dæmis tileinka hana Jóhannes í Bónus. Já. Og ég elskaði þann mann og hann var reyndist börnunum mínum alveg yndislegu maður. Og misskilningurinn er það að það hefði einhvern tímann verið eitthvað stríð á milli okkar. Það var aldrei hvernig sem þetta fór. Já. En hérna, ég fann þetta áðan að ég var að tala um erfiðleika og vináttu. Já. Má ég lesa pínu fyrir ykkur? Já, bara gjör svo vel. Já, þetta er ekki langt. Take it away, kona, eins og maður segir. Já, setjum gleraugun. Já, bara. Þetta er heimilislegt, sko. Hérna skrifa ég á þessum tíma þegar ég horfði upp þá sá ég botninn. Þannig leið mér. Já. Þegar stöðugir erfiðleikar draga þig niður, þegar sjálfstraustið er lítið og öryggið ekkert, hvíldu þig stund ef þú verður, en hikaðu ekki. Að sigra er andhverfa þess að mistakast og þrátt fyrir minnsta litla efasemdarský getur sigurinn verið hinum megin við hornið. Sigurinn getur verið nálægur einmitt þegar andstreymið er sem mest. Þetta þekki ég. Og vegurinn sem hlykkjóttastur. Við þurfum að vera sterkar þegar á móti blæs, með maka eða einhleypar en standum alltaf saman. Kona, lofaðu sjálfri þér að fljóta ekki sofandi að feigðarósi. Fljóta ekki sofandi að feigðarósi. Takk fyrir þetta. Og þetta skrifar til vinkvenna þína sem standa með þér í gegnum þína erfiðleika. Já, þegar þú missir allt, ég var náttúrulega gjaldþrota og missti allt og ég var rík, þá er náttúrulega þá er rosalega mikil hætta að fólk fær út í bara rauðvínsdrykkju og þunglyndislyf og allan þennan pakka. Og þar stóð hún náttúrulega með mér eins og klettur. Hún náttúrulega hefði reynslu af því líka. Og við erum ekki bara með þessa fegurð í genunum, við erum ýmislegt annað í genunum. Já, þess að taka þetta af í fleiri námi, já.
Við erum ekki bara fallega, við erum líka. Þannig að hún skildi frænku sína vel, sko. Já. Bara að rauðvínsglasið var það flösku og flaskan var það belju og beljan að tunnu. Nei, við náum þess alveg, sko. Já. En hérna, þannig að hún rosalega fyrirmynd fyrir mig þessi stelpa, bara hvernig hún tókst á við sitt og hérna, ég lít upp til hennar. Þetta er mjög sko, sérstakt og skemmtilegt samband á milli ykkar því að sko, þú lítur upp til Jónínu og Jónína lítur upp til þín og þið 100% treysti hver annarri. Þetta er náttúrulega bara gjöf sem þið eigið hérna eða eitthvað sem þið eigið saman sem verður aldrei frá okkur tekið. Nei. Það verður aldrei gert og sko, mamma hennar er alveg líka eins og dóttir mín, sko, og eins og dóttir þín, er hún ekki systir þín? Jú, en hún er svo ung þegar hún missir mömmu og ég hef þessa þráhyggju gagnvart því að öllum þurfa að líða vel og það stundum þar fer ég yfir mörkin, sko, reyna að þóknast og við köllum þetta meðvirkni oft á tíðum. Ég nú reyna að vinna í því, ég láta ekki aðra stjórna tilfinningum mínum. Já. En það er náttúrulega minn veikleiki líka. Ég hef 3 veikleika. Ég meina, það er gott að maður kann þá. Ef það er ekki nema 3, þá held ég að maður sé þó nokkuð góður. En hún var ekki sátt við, sko, þegar ég hef valið með menn endilega, sko. En það ekki? Að fara og Jóhannes í bónus og svo Gunnar í krossinum, það er alveg svolítið mikið bil þarna á milli, en yndislegir menn. Já, og lest hann að heyra það eins og þú fyrst að hérna með? Mér fannst það bara fyndið. Bara, þú veist, þegar maður heyrði fyrst Gunnar í krossinum og hérna, hvað var það, bara fljótlega eftir, hvað voru þið búin að vera lengi saman þegar þið giftu? Við vorum ekki búin að vera saman. Nei. Maðurinn minn, sko, trúir ekki á neitt fyrir hjónaband. Nei. Þannig að við vorum búin að vera vinir í mörg ár, sko. Og svo finnum við það að við erum farin að elska hvort annað. Og þá bara skellum maður þessi giftingu. Það var ekki alveg svona, sko. Vistu að heyra svona? Það var þetta skeri saga. Þetta er skeri saga? Já, eftir að higgja alveg Þú verður að vera snögg, sko. Já, ég þarf að vera snögg, sko. Við ákváðum að bjóða öllum börnunum okkar í mat heim til hans. Já. Og þau vissi að við vorum vinir, við heldum bara í partí, gaman. Og þá tilkynnti hann, heyrðu, by the way, við erum að fara að gifta okkur. Já. Og börnin mín fara að gráta og börnin hans, pabbi, þurfum við ekki aðeins að ræða þetta? Já. Nei, sagði hann, presturinn er að koma og þá var bara ding dong og presturinn kom inn. Og við giftum okkur í táraflóðu og bara... Nú skulum við tala hvatvísi. Nei. Nú með hvað var hann að vana? En það er búið að vera stórkvæmst að hafa ykkur stelpur. Það er sko, maður lærir sem lifir og maður lifir og lærir. Það er eiginlega einhvern veginn þannig. Svona rétt í lokin, hvað er svona góður ráð? Af því þið eru greinilega með mjög sérstakt frænkusamband. Hvað góður ráð getið þið gefið það út? Heiðarleiki, númer 1, 2 og 3. Heiðarleiki? Já, ég er sammála ástætti. Ekkert að vera að þykjast vera einhver annar en þú ert. Já. Við erum löngu hættar því. Já, Jesus. En það kemur ekkert gott út úr því, það er langt best að vera maður sjálfur. Já. Mér finnst þetta svo skemmtilega hérna Seriós auglýsingin hérna, bara að segja það sem manni finnst. Já. Og þetta er svo satt. Og svo líka þetta, maður á bara að vera maður sjálfur. Þúsund takk fyrir komuna stelpur, mikið er búið að vera gaman að hafa ykkur og til hamingju með þetta fallega frænkusamband sem þið eigið og komið til með eiga og hérna á örugglega eftir að færast niður kynslóðirnar, heyrist mér? Jú, ekki spurning. Heyrðu, gangi ykkur bara allt í haginn með sól í hjarta inn í sumarið. Já, bara gleði. Inn í sumarið. Við þakkum fyrir hérna í Lóa í lífið í dag. Við verðum hérna vikulegri með eitthvað alveg nýtt par. En þið getið fylgst með þáttunum á hringbrot.is, hvort sem það eru klippur eða allir þátturinn í heilsinni. Takk fyrir. Takk.